Umheimurinn einnig stór hluti af Tár úr steini eftir Hilmar Oddsson. Tónskáldið Jón Leifs á sér stóra drauma feril í Þýskalandi 4. áratugarins, en þegar nasistar herða tökin vandast málið, þar sem kona hans Annie af gyðingaættum. Hann stendur því frammi fyrir því að velja á milli framans og fjölskyldunar. Ég hef stundum sagt með Táruð að hún sé þríþætt ástarsaga. Og þá á ég við það að hún sé ástarsaga milli manns og konu og hún ástarsaga milli föðurs og dóttur. Og svo hún ástarsaga skapandi listamanns og uppsprettu listarans sem föðurlandið. Svo hún alltaf líka, fyrir mér endanum, bara harmleikur, hún eiginlega bara lítur lögmálum svona nánast grískrar tragedíu. Tár úr steini ekki aðeins áhugaverð vegna þeirra sögu sem þar sögð, heldur einnig í því hvernig hún sögð, gegnum ljós, myndbyggingu, áferð og aðra þætti myndmálsins. Pólski tökumaðurinn Sławomir Idziak, sem meðal annars var víðkunnur af samstarfi við landasinn Krzysztof Kieślowski, var fenginn til að skjóta myndina. Takið eftir afgerandi gulleitri áferðinni á þessum myndum. Idziak notaði samskonar áferð þegar hann tók upp útisennur að vetri til á Íslandi, þar á meðal þessa. Hann varð hins vegar frá að hverfa þegar honum bauðst stórt verkefni í Bandaríkjunum. Hinn reyndi tökumaður Sigurður Sverrir Pálsson tók við og var bæði að mæta þeirri áferð sem Idziak hafði lagt upp með, sem og að finna eigin leið inn í verkið. Ég setti ekki Jón, ég hafði ekki hlustað svo mikið á hans tónlist. Hilmar setti mig eins og niður og sem byrði mig að hlusta á bara einhvert verk. Og ég bara sitt og loka augunum og hlusta bara. Og svo segi ég eitthvað þess að vera þetta búið. Hvað sérðu? Ég sé bara rautt, sagði ég. Og þá var þetta Hekla. Þetta var kveikjan að því hvernig sú sena var lýst þegar hann að stjórna einmitt þessu verki í Þýskalandi fyrir útvarpi. Það var lýst með rauð og gulu. Þetta sterk músík. Það litur í músík. Maður svolítið líka alveg við það náttúrulega í sinni nálgunni kvikmyndagerða að hinn fullkomna sena sú þar sem orð eru nánast óþörf, en þú færð samt allt. Þú skilur, þú finnur, þú nemur. Tvær manneskjur sem lifa og hafa tónlist í æðum sínum, þær geta til dæmis elskast í gegnum tónlist. Við vorum að breiða át fagnaðarerindið Jón Leifs. Ég vissi það strax upp af því að ég fengi kannski aldrei í lífinu brýnna erindi. Þegar ég hef mína vinnu, þá enginn hvorki að hlusta, pæla né tala Jón Leifs. Og þetta gaf þessari mynd svo mikið tilgang og svo mikið hlutverk, og þess vegna líka urðu kannski viðbrögð við myndinni gífurlega sterk.